Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Norðurland vestra mikið sjávarútvegs- og landbúnaðarsvæði með ríka matarhefð. Í þessum þætti ætlum við að opna matarkistuna á svæðinu og kíkja hvað hún hefur upp á að bjóða. Við ætlum að byrja að kíkja á Bakka, á Laugarbakka, við ætlum að keyra Vatnsnesið, kíkja á Geitafell og enda á Sjávarborg á Hvammstanga í þessum fyrsta hluta. Veitingastaðurinn Bakki bara býsna góður veitingastaður, má segja það. Og allavega eru gestir verulega ánægðir með bæði mat og þjónustu. Og þar erum við að vinna fyrst og fremst með hráefni úr héraði. Við sækjum allt hér á svæðinu sem við getum. Nautið kemur af Jörfa í Víðidal og lambið kemur á Barkastöðum í dalnum. Miðfirði. Já, og bleikjan kemur af Arnarvatnsheiðinni og rækjan kemur úr rækjuverksmiðjunni Meleyri. Og salatið meðal annars kemur frá gróðurhúsinu við hliðina á okkur. Þannig að já, við vinnum með ferskt hráefni og sækjum það í kringum okkur. Þá ákveðum við að opna veitingastað hérna og vera með bara sjávarrétti. Af hverju velduð þið sjávarréttina? Já, það tengist bara sjónum hérna. Þetta voru bændur og það var mikið útræði hérna. Víða á nesinu. Og hvað verður á boðstólum? Já, það verður aðalega sjávarréttasúpa og svo líka fyrir grænmetisfólk sem vill bara borða grænmeti og svo reynum maður að vera með silung og eitthvað svona fleira og kökur og kaffi. Og það ekkert flókið að raðtengja því að það turninn sem svo óbáslega einkennandi. Já, þetta var gamall súreistur sem var gerður upp og breytt í svona hrók eiginlega. Sigrún, ef þú segir okkur eins frá því, hvað var það sem heillaði þig fyrst við Vatnsnesið? Já, það var bara all fegurðin hérna. Það sem ég var í sveit á næsta bæ, bara 13 ára gömul og dreymdi alltaf að koma hingað. Punkturinn yfir ið á góðum degi að fá góðan mat. Sjávarborg á Hvammstanga býður upp á fjölbreyttan matseðil og stórbrotið útsýni. Og hér gott að setjast niður og næra sig eftir ævintýri dagsins. Þeir fá smakkað ýmsum forréttum og það verður blómkáls buffalo vængir sem svona vegan útgáfa af hinum klassísku kjúklingavængum. Þeir fá líka venjulega kjúklingavængi. Svo eru beikonvað á döðlur með hörpuskell og síðan það ostabakki og ostabakkin bara svona með ýmsum réttum á. Það eru ostar, hráskinka, sulta, hnetur sem við erum að rista með einhverju dressingu úr eldhúsinu og svo heimagert pesto sem kokkurinn okkar gerir sem einstaklega bragðgott. Ég mæli eindregið mjög ferskt. Í aðalrétt þá það fiskur dagsins sem ég myndi segja væri einn af okkur vinsælustu réttum. Þar sem við erum að kokkurinn leikur sér með þann ferska fisk sem við fáum hverju sinni. Svo það fiskur og franskar sem náttúrulega bara svona klassískt fish and chips eða í sletti. Og með heimagerðu hrásalati, chili hrásalati, rosalega gott. Við erum með nokkra svona nýjungar í sumar. Við verðum til dæmis við höfum alltaf verið með á veturna svona rétt dagsins, svona heimilsmat sem við bjóðum á virkum dögum í hádeginu. Og við ætlum að vera með það áfram í sumar á virkum dögum. Og þar að auki erum við að bæta við þessa súpu og salati á hlaðborðið. Og það hægt að kaupa sér eða það fylgir þá með rétt dagsins. Og hér kemur þá heimamaðurinn mjög mikið á borðar í hádeginu
og þá náttúrulega allir ferðalangar sem eiga hér leiðum eða dvelja hér á staðnum náttúrulega velkomið að koma í hádegismat líka. Hér oft sýning í boði sem gestir fá í kaupæti með matnum. Það eru oft hvalir hér að stökkva í sjónum og það hefur vakið mikla lukku meðal gesta að geta horft hér á hvali stökkva meðan maður borðar. Og maturinn jafnvel kólnar stundum á meðan eða Já, hann hefur stundum kólna hjá gestum því að þeir stundum þurft að minna fólk á að maturinn sé komin á borðið því að fólk alveg límt við gluggann eða alveg út á svölum að reyna að taka myndir. Í landshlutanum rík áhersla lögð á matarupplifunina sem getur farið með mann í fjölbreyttar áttir. Hérna næst ætlum við að líta á Víðigerði, Norðvest Café. Við ætlum að fara þaðan á Blönduós og kíkja á Teni sem eþíópískur veitingastaður og síðan endum við á Brimslóð á Blönduósi í þessum hluta. Eitt af mikilvægasta á góðum degi að fá sér góðan mat. Einhverjir eru stirðir eftir hestaferðina en það gleymist nú fljótt yfir gómsætum hádegismat á Norðvest Café í Víðigerði. Nú bíllinn orðinn tandurhreinn og mál til komið eftir íslenska sveitarúndinn að bregða sér alla leið til Afríku. Já, allavegana bragðlaukunum. Eþíópískur matur borðað með höndunum, þannig að þú veist, bara smá upplifun og já. Og það bara mismunandi réttir, grænmeti og kjúklingur og baunaréttir og svoleiðis. Hvað segja Íslendingarnir þegar þú segir þeim að þeir eiga að nota hendurnar til þess að borða? Sko, það algjörlega misjafnt. Sumir bara, vá, en spennandi, en aðrir vilja bara horfa strax á hnífapörum, bara, hvað segir þetta með hnífapörum? Fólk þú veist, að koma frá sunnan eða frá Akureyri og á leiðinni að stoppa hér og fá sér eþíópíska mat og jafnvel gera sér ferð hingað til að fá eþíópíska mat. Þegar það kemur á mat þá eru fólk þú veist, að fara að þvo sér hendurnar og svo eru bara fjölskyldur að borða saman og eru að deila saman, þú veist, oftast er þetta borið bara á stóru fata og setja fjölskyldur bara hring og borða úr sömu plötu, diski. Og það er bara, þú veist, svo er þetta bara svona fjölskyldutími, þú tekur þín tíma að borða og ert að spjalla og svoleiðis. Þetta er athöfn. Já, þetta er athöfn. Og svo er líka bara það sem gerir þetta æðislegt. Ef að borða með puttunum, þá eru fólk ekki að hanga í símanum. En þessi matur hér, við ætlum að borða með höndunum og það er bara allt í lagi þá að verða dálítið óhreinn og... Já, þú veist, þú ert í raun og veru ekki óhreinn, sko. Þetta er matur. En já, þú veist, af því að þú líka, þú veist, þú borðar þetta með pönnukökum. Þannig að pönnukökuna liggja utan sósuna. Þannig að þú ert ekki beint að, þú veist, dýfa í sósunar. Þannig að það er, já. En þessi hattur hérna er tjald sem... Þetta er lok. Þetta er lok. Kvöldið færist yfir Húnaflóann með sjávarnið, fuglasöng og suði í býflugum. Við erum komin á Leiðarenda sem að þessu sinni er gistiheimilið, veitingastaðurinn og listamannaverkstæðið Brimslóð. Útsýnið er stórbrotið og hérna ætlum við okkur að njóta.
okkar gestir og það sem þeir eru með á disknum, að það kemur bara, þeir hafa það fyrir augum. Hvaða hráefni er ferskast og skemmtilegast á hverjum tíma fyrir sig. Við erum ekki lærðir kokkar en ég hef starfað með og við hliðina á mörgum af snjöllustu kokkum landsins og þó við haf leitað. Og en okkar sýn er svona kannski aðeins öðruvísi heldur en hefðbundin svona kokkasýn. Við leggjum upp á, við getum kallað að maturinn hafi tengingu og hann sé ekta og að sjálfsögðu þá skiptir framsetningin gríðarlegu máli, þú veist, og hvort sem við notum náttúruna eða hvað til að hjálpa okkur í því. Það má með sanni segja að Norðurland vestra sé uppskriftagóður í matarupplifun og þaðan þarf enginn að fara svangur. Áður en verið of þreytt á að sjá mig og Rakel borða, þá ætlum við að kíkja í örstutt auglýsingahlé og höldum svo áfram að opna matarkistuna eftir það. Hráefnið skiptir miklu máli fyrir matarupplifunina og Norðurlandi vestra er hægt að sækja það bara beint úr heimabyggð. Hérna næst ætlum við að kíkja á Gránu bistró á Sauðárkróki, kíkjum aðeins í Sauðárkróksbakarí, það er algjört must og förum síðan á Hofstaði í Skagafirði. Grána bistró er veitingastaður í gamla kaupfélagshúsinu á Króknum. Þar er einnig búið að koma fyrir einu tæknilegasta safni landsins 1238. En við ætlum bara að elska friðinn og strjúka kviðinn í dag. Bardaginn má bíða næstu ferðar. Þetta er sem sagt burrata ostur með sýrðum tómatum frá Laugamýri og bara hellinga basiliku sem er líka frá Laugamýri. Það er sem sagt alla kryddjurtir og tómatar og gúrkur og allt svona sem við fáum þaðan. Og það er náttúrulega algjör forréttindi að fá svona flott grænmeti bara rétt hjá. Og sem sagt burrata osturinn er gerður hérna í mjólkursamlaginu á KS. Svo eru spjót þarna líka og það er allt annars staðar á heimskringlunni. Já, það eru svona lamba kebabspjót og það er svona meira í Marokko og Líbanon og með þeim erum við með þá paprikumauk og svona hvítlauksmajónes, sýrðan rauðlauk og svo kemur með því svona grillað flatbrauð. Þannig að þú getur svona vafið lambspjótin inn í og borða það með. Síðan er bleikja líka og hún er hérna á svæðinu. Jú, við erum með grillaða hólableikju. Hún kemur náttúrulega frá Hólum og með henni höfum við bara smelkikartöflur frá Hofsstöðum og svo erum við með rækjusósu sem er gerð úr rækjuskel hérna á dögun. Þú er að keppa líka? Já, ég er í kokkalandsliðinu, hef verið nemi ársins og Íslandsmeistari í matreiðslu. Keppti í Euroskills sem er svona, iðnaðarkeppnir. Keppti í smíðum og alls konar. Og svo núna síðast þá vorum við í kokkalandsliðinu út í Stuttgart og lentum í 3. sæti á Ólympíuleikunum sem er besti árangurinn sem Ísland hefur náð. Ég elda í rauninni alltaf bara það sem mér finnst gott og þá finnst mér ég gera það miklu betur heldur en ef ég myndi gera eitthvað svona, hvað ég myndi segja, ef einhver annar biður mig eitthvað sérstakt þá er í rauninni útfæri ég það á minn hátt og gera það svona eins og mér myndi finnast það gott. Það getur ekki líka? Nei, ég held ekki, allavega ekki hingað til. Krókinn að stoppa á Króksbakarí. Það er það eina rétta vegna þess að hérna fæst geggjuð lakkríslengja. Ég veit það. Alltaf þegar maður var á Króksmótinu, þá varð maður að stoppa hérna og taka allavega eina eða 2. Við tókum hérna nokkra. Klár ég það? Þetta er stöffið sko. Þetta er alveg stöff. Þetta er svo gott.
Leiðarendi að þessu sinni eru Hofsstaðir í Skagafirði. Hér fáum við kvöldverð og hvílum lúin bein eftir ævintýri dagsins. Útsýnið yfir Héraðsvötnin og út á fjörðinn er fallegt og við gefum okkur tíma til þess að njóta og rifja ferðalagið áður en kvöldmaturinn er borinn á borð. Við buðum ykkur upp á hrossasteik og bleikju og þorsk og allir aðréttina að koma með kartöflum sem við ræktum sjálf hérna. Við kallum það opp-kartöflur, skaffferskar kartöflur frá Hofsstöðum og svo berum við það fram með birkisírópi sem Holt og Heiðar gera, móðir mín og Bergrún, vinkona hennar. Já, við erum náttúrulega svona upplifnarstaðir. Við tala oft bara um náttstað, við erum oft selt sem svona áfangastaður í náttstað. Við erum útsýnishótel. Alltaf herbyggja á sama útsýni sem er fjörður og vatnasvæði Héraðsvatna og þetta spilar saman svona flott sjónarspil svona þegar sólin glampar á hvoru tveggja og drangið í miðjunni. Eftir að við náðum að stækka aðeins meira þá höfum við rými fyrir fleiri gesti sem geta komið hér á kvöldin. Panta sér gjarnan borð, það er voða lekkert, eins og við segjum, að panta sér borð og koma út að borða. En það er svona erfiðara kannski að poppa upp hérna, þegar maður veit aldrei að getur verið setið í öllum sætum og fólk kannski þarf að bíða. Þannig það er betra því flestir okkar gestir sem gista hérna, þau borða hérna jafnframt. Við erum náttúrulega líka fjölskyldureikið fyrirtæki og fjölskyldan kemur að þessu og við sitjum hérna 3 og þá eru þeir synir okkar líka, tengdadóttir. Og svo náttúrulega foreldrar mínir búa hér hinum megin við götuna og bróður minn og hans fjölskylda hérna hinum megin, þannig að það er svona stór fjölskylda sem Við það kannski morgunmatnum hérna, hér kemur fjölskyldan morgnana og við borðum morgunmat hérna og við erum svona eins og ítölsku mafía. Við köllum þetta mafíuna. Mafían hérna bara morgnana og eftir upplifið fyrir gestina að sjá íslensku sveitamafíu. Já, við náttúrulega byrjum hérna, þá byrjum við að hafa morgunmat eldsnemma og eins og tíðkast og verðum hóttunum. Og þótt alltaf skrítið hvað við biðum lengi með morgunmat. Það er svo svona eðlilega skýringar. Okkar gestir sita gjarnan lengi úti og eru kannski vakandi til 1, 2, jafnvel lengur og eru að koma á seinna í morgunmat. Svo núna eru við bara seinna með morgunmatinn. 7:30 í staðinn fyrir kannski 7. Og ett bara út í náttúru, hún kemur alveg að þér. Þetta er einstakt. Ég veit ekki ykkur en ég er fyrir löngu orðinn svangur á því að horfa á hana þátt. Við eigum samt smá eftir Hótel Varmahlíð og Sótil Lodge í Fljótunum. Kíkjum á það og svo getum við farið að setja kvöldmatinn af stað. Við buðum ykkur sem sagt upp á salat úr Héraði, annars vegar með kjúkling og hins vegar var mozzarella og tómatar. Og svo var í aðalrétt var þorsknakki og lambafíle og kjúklingupasta. Og þetta er, þetta er úr okkar matarkistu Skagafjarðar í grunninn. Og svo var heimabökuð súkkulaðikaka, heit með ís í eftirrétt. Við sem sagt erum að bjóða upp á gistingu og morgunverð bara allt árið kring. Og svo yfir sumartímann þá erum við einnig með veitingastaðinn opinn og bjóðum upp á súpu og salat yfir daginn og fólk getur komið inn í kaffi og köku og svona. Og svo erum við með veitingastaðinn opinn á kvöldin. Og þá erum við með í rauninni matseðil? Já, þá erum við með matseðil þar sem við, eins og hann nefnir, þá leggjum við mikla áherslu á að vera með ferskt hráefni úr Héraði. Þannig að það er svo sem að nú að taka? Já, algjörlega. Það er mikið úrval.
Og hvað er það svona annars sem að fólk er að sækja hérna í Varmahlíð? Sko, Varmahlíð er náttúrulega svolítið falin perla. Það eru frábært útivistarsvæði hérna upp í Reykjarhólsskóg og skógrækt og gönguleiðir og frábær sundlaug. Mjög stutt í afþreyingu hérna í kring, alls kyns afþreyingu og útivist. Þannig að það er alveg margt í boði. Frábært tjaldstæði? Já, og svona fjölskylduvænt. Körfuboltavöllur og sparkvöllur og svoleiðis líka. Já. Góður staður fyrir fjölskylduna að stoppa á? Já, ég myndi segja það. Ekki spurning. Það rosa margir sem koma í Varmahlíð og hafa eiginlega bara keyrt hérna framhjá, en svo bara með því að keyra hérna aðeins upp í brekkuna, þá bara eru það átt að sjá að það er ýmislegt í boði, svo unnur nefndi. Það er ofsalega stór og mikill skógur hérna fyrir ofan. Lýsið hans fyrir mig, hvernig er útsýnið frá hólnum, Reykjarhól? Það er alveg frábært, sko, sérstaklega á fallegu sumarkvöldi og það er alveg margar gönguleiðir sem er hægt að velja og upp á topp er svona útsýnisskífa, þannig að líka mjög fræðandi að kynna sér það. Og já, mjög vinsælt útivistarsvæði hjá heimafólki. Og gestir ykkar hérna á hótelinu, hvað eru þau svona að gera? Spyrja þau ykkur hvað ég var að gera, hvert þau að fara? Já, þau spyrja mjög mikið hvað sé í boði og svona vilja fá bara ábendingar og er oft hissa hvað sé mikið í boði því kannski áttar sig ekki alveg á því fyrir þau koma. Hvað er í boði hérna hjá ykkur á Sóta? Já, bara hvað er ekki í boði. Við getum búið til svona sérsniðar pakkaferðir. Það getur verið fjallaskíði á veturnar eða gönguskíði. Og þegar líður á sumri getur það verið hjólaferðir og gönguferðir. Við vorum einmitt að fá rafmagnshjól sem eru glæný flutt inn frá Frakklandi sem við erum að leigja út. Sóti opnaði núna í vor og þetta var skóli í gamla daga og eigendurnir ákveðu að gera þetta árið 2015. Og hér eru 7 herbyggi og í öllum herbyggjunum er baðherbyggi og við leggjum hér mikla áherslu á fyrsta flokks þjónustu. Erum til dæmis með morgunverð og 3 rétta kvöldverð innifalið í verðinu. Í matinn var smjörsteikt bleikja, beint úr héraði, með krispi smelki og blómkáli og öll hráefnin eru íslensk. Svo fengum við eitthvað dýrindis ís þarna eftir á. Já, frá Holtseli. Já, frá Eyjafjarðarsveit og svo fengum við líka jarðarber og bláber með. Við reynum bara að velja hráefnin eins nálægt fljótunum og hægt er hvort það sé frá Skagafirði, Siglufirði og Ólafsfirði eða jafnvel Hofsósi. Við viljum leggja áherslu á góðan mat og íslenskan mat líka. Það er ekkert allir sem vita hvað er hægt að gera hérna í Fljótunum. Þetta er svolítið lítið þekkt landsvæði kannski upp á það að gera. En það er bara í alvörunni svo margt hægt að gera hérna. Það er sundlaugin á Sólgörðum, á Brúnastöðum með dýragarður. Það er strönd þar sem hægt er að fara að surfa eða fara á svo kallar paddleboard. Bara náttúran bara býður upp á svo ótrúlega margt. En hvernig finnst þér fólki vera að upplifa svæðið? Það nefnilega finnur alveg fyrir hversu mikil náttúra það er. Og þetta er náttúrulega svo mikil náttúruperla. Og fólk líður mjög vel hérna. Það geta að fara í göngutúr og bara anda að sér mjög fersku lofti og fjöll hérna í kring. Heyra fuglana að syngja. En hvað eru Fljótin fyrir þér? Hvernig upplifir þú Fljótin? Fljótin hafa í rauninni gefið mér bara svo mikið tækifæri til að upplifa nýja afþreyingu og útivist. Áður fyrr ég hafði aldrei pröfað að fara að surfa og ég hef aldrei farið á fjallaskíði eða gönguskíði eða neitt. En þegar ég kom hingað og byrjaði að vinna hérna þá þetta sem var svo fjarri mér, þetta gat ég gert og Fljótin höfðu allt til staðar fyrir mig. Þannig að Fljótin er í rauninni bara náttúruparadís fyrir mig og hér líður mér vel.
Þá komum við að lokum hjá okkur og við erum sött og sæl eftir þetta 4 daga matarferðalag Norðurland vestra. Þetta var aðeins brotað í besta, þannig ég mæli með því kíkið á landshlutann og smakkið það sem hann hefur upp á að bjóða. Í næstu viku þá ætlum við að bjóða upp á eitt og annað af bændum. Við sjáumst þá.